Sigurður Björnsson, læknir á Landspítalanum, segir að engar rannsóknir sýni fram á að stjórnmálamönnum sé hættara við að fá krabbamein en öðrum starfsstéttum. En menn spyrja sig hvernig það geti gerst að báðir forystumenn ríkisstjórnarinnar veikist af krabbameini með nokkra mánaða millibili. Að mínu mati þetta tilviljun. Þetta eru alls ólíkir sjúkdómar, þó kannski heiti með sama nafni. Eins og við vitum eru krabbamein mjög margir mismunandi sjúkdómar með mismunandi orsakir og mismunandi hegðun. En ég skil vel að fólk velti þessu fyrir sér, en ég held að þetta sé tilviljun. Svo bætist við að síðustu leiðtogar ríkisstjórnarinnar, bæði Halldór Ásgrímsson og Davíð Oddsson, fengu líka krabbamein. Og þá spyr maður sig, er það eitthvað í lífstíl stjórnmálamannsins eða leiðtogans sem getur valdið þessu? Þessu hafa menn velt fyrir sér. Hvort að ákveðnar starfsstéttir þeim sé hættara við að fá krabbamein eða einhverjar ákveðnar sjúkdóma heldur en öðrum. Þetta hefur reyndar verið skoðað mjög mikið. Það hefur verið gerðar margar rannsóknir og kannanir á þessu. Til dæmis stéttir sem vinna undir miklu álagi eins og segjum slökkviliðsmenn, lögreglumenn, jafnvel læknar. Menn hafa skoðað tíðni krabbameina meðal þessara stéttar, svona allsherjartíðni, og ekki fundið það að þetta ytra álag valdi auknum krabbameinum. Nú þegar þú fannst að tala þessar tvo ágætu stjórnmálamenn okkar sem ég óska alls góðs og vona gangi vel hjá, þá þetta gerólíku sjúkdómar í þeim. Krabbamein í vélinda eins og forsætisráðherra hefur lýst mjög vel fyrir okkur hvernig birtist honum. Hann hefur haft mjög lítil einkenni, hann gerði réttu hlutina, hann fór í ákveðnar skoðanir og þetta fannst snemma, sem leyfir það að freista þess að gera aðgerð sem tiltölulega einföld með í gegnum speglunartæki niðri í vélindað. Vegna þess að það sem gerst hefur þar það að neðstil hlutanum vélindanu, 10-15 cm, þar hafa orðið breytingar í slímhúðinni vegna sannlega bakflæðis. Nú ég ekki læknirinn svo bara mínar fréttir úr fréttunum. En að því hann að fara í svona aðgerð, þá get ég álíkt hvers konar sjúkdómur þetta og það á að fjarlæga þessa sjúku slímhúð. En Ingibjörg? Já, fréttir af hennar sjúkdómi hafa verið svolítið misvísandi. Við fengum eiginlega góða fréttir fyrst í haust og að þetta væri ekki illkynja sjúkdómur, þetta væri frekar góðkynja heila æxli reyndar. Síðan fór hann til Svíþjóðar í þessi aðgerð og tilstóð að gera svona kannski loka hnykkinn á meðferðina með hátækni. Þegar þangað var komið þá ákváðu þeir að taka aftur sýni og menn biðu milli vonar og ótta í nokkra daga eftir hvað kæmi út af því og fréttirnar í gær voru það að það væri frekar góða fréttir. Þetta væri ekki miskosti slæmar tegundir af þessum sjúkdómi. Heilaæxli eru svona spektrum. Það eru frá því að vera tiltölulega saklaus upp í það að vera ekki svo saklaus. Og einhvers staðar á þessu spektri hennar sjúkdómur og við vonum bara að það gangi vel hjá henni líka.